Ég segi þá 41. fund sveitarstjórnar Skagafjarðar settan en fundurinn haldinn á Sauðárkróki að Sæmundargötu 7A miðvikudaginn 17. september árið 2025. Jafnframt býði sveitarstjórnarfulltrúa velkomna til fundarins en þeir eru allir mættir hér í dag nema Hrefna Jóhannsdóttir en í stað hennar Sigurður Bjarni Rafnsson. Já, og svo Eyþór Fannar Sveinsson í staðinn fyrir Jóhönnu Harðardóttur. Einnig býði velkomin sveitarstjórann Sigfús Inga Sigfússon og fundarritarann sem Baldur Hrafn Björnsson, sviðsstjóri stjórnsýslu og fjármálasviðs. Það liggur fyrir fundinum beiðni að við tökum inn með afbrigðum fundagerð skipulagsnefndar frá 82. fundi nefndarinnar sem var haldinn 15. september 2025 en það voru 2 mál á dagskránni á þeim fundi. Það var annars vegar Faxatorg flæðar deiliskipulag og svo Narfastaðir land umsóknum byggingareið. Eru samþykkir fundurinn að við tökum þessa fundagerð inn með afbrigðum? Það er samþykkt samhliða. Þá göngum við til dagskrár og fyrsti liður á dagskrá það er fundagerð byggðaráðs. Það var fundur nummer 159 sem var haldinn 27. ágúst og þá voru 4 mál á fundinum. Ég gerði það tillögu minni að lið 4 verði vísað til liðar hér aftar í dagskránni og við byrjum þá á fyrstu 3 liðunum og fyrsti þá það var beiðni fund. Annar liður það var ósk kaup á landi og þriðji liður það var stækkun verknámshús Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra. Orðið laust þessa fundagerð. Ég óska þér að sitja hjá eða víkja fundi undir 1, 2. 1, 2. Ég óska einnig eftir því. Nú, Sigurlaug Vordís og Eyþór Fannar óska þér að víkja fundi undir lið 1, 2 og við byrjum þá bara á lið 1, 2. Þau víkja fundi. Orðið laust lið 1, 2. Einhvers óska þér að taka til máls? Það er ekki og þeir sem samþykkir þeim lið gefur merki, hann er samþykktur samhljóða. Þá erum við með liði 1 og lið 3, einhver sem óskar til að taka til máls þá. Sigfús Ingi gerði svo vel. Já, forseti góðir sveitarstjórnar fulltrúar. Ég hér með tillögu að það verði gerð sameiginlega bókun sveitarstjórnar varðandi lið 1, 3. Stækkun verknámshús Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra og ég ætla bara að lesa þetta upp þessa tillögu. Sveitarstjórn Skagafjarðar lýsir yfir áhyggjum af hægagangi stjórnvalda við hönnun og uppbyggingu á fyrirhugaðri stækkun verknámshús Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra. Svo aðstaða sem starfsmönnum og nemendum FNVF boðin í dag óásættanleg og stenst engar kröfur sem gerðar slíka starfsemi. Í fréttatilkynningu sem gefin var út af mennta- og barnamálaráðuneyti í byrjun júní síðastliðinn var sagt að í sumar ætti að fara fram fullnaðar hönnun og áætlunargerð vegna viðbyggingarinnar. Jafnframt kom þar fram að hjá mennta- og barnamálaráðuneytinu lægi fyrir uppsagnað fjármagn til þessara framkvæmda upp á 2,6 milljarða. Ætlað til uppbyggingar við 4 framhaldsskóla og að einn af þeim var í Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra. Það liggur líka fyrir að sveitarfélögin á Norðurlandi vestra muni greiða 40% byggingarkostnaðar og þau hafa gert ráð fyrir sinni greiðslu þáttöku. Í stefnuræðu forsætisráðherra 10. september síðastliðinn kom fram í ræðu ráðherra að á næsta ári yrðu hafnar framkvæmdir við stækkun 4 verknámsskóla vítt land sem væru fjármagnaðar. Fagnaðar efni að svo skýrt hafi verið kveðið að orði áform stækkun verknámshúsa framhaldsskólana 4 að áform stækkun verknámshúsa framhaldsskólana 4 skuli ekki stranda á fjármögnun og nauðsynlegt að staðfesting þess efnis verði send skriflega til framkvæmdasýslunnar ríkiseigna sem fer með útboð framkvæmdana. Sveitarstjórn Skagafjarðar samþykkir samhljóða skora á ríkisstjórn Íslands að koma þessu brýna verkefni áfram og tryggja að framkvæmdir hefjist ekki seinna en í vetur eins og lýst var yfir í umræddri fréttatilkynningu menntamálaráðuneytis. Takk fyrir það. Orðið laust. Það engin sem óskar til að taka til máls. Þeir sem samþykkja fundagerðina eins og hún framlögð gefur merki og hún samþykkt samhljóða. Þá erum við með fund byggðaráðs sem var fundur nummer 160 og hann var haldinn 4. september síðastliðinn. Það voru 8 mál á dagskránni og ég gerði það tillögu minni að fyrstu 7 liðunum verði vísað til afgreiðslu hér síðar á fundinum. Þannig við erum eingöngu með til afgreiðslu núna lið 8
það var úr samráðsgáttinni og það var áformum breytingar á lögum nr. 49 frá 1997 varning gegn snjóflóðum og skriðuföllum. Orðið laust. Það engin sem óskar til að taka til máls, þeir sem samþykkja fundargerðina að gefa merki, hún samþykkt samhljóða. Þá það liður 3, það fundargerð byggðaráðs frá nr. 161, haldinn 10. september 2025 og það voru 7 mál á dagskráni og ég geri að tillögu minni að lið 3 verði vísað til umfjöllunum hér aftar á fundinum síðar á fundinum. Þannig við tökum fyrir lið nr. 1 sem var beðin fund, lið nr. 2 sem var beðin rekstrarstyrk fyrir árið 2026, lið nr. 4 sem var úr samráðsgáttinni, það var áformum breytingar og lögum atvinnuleysistryggingar, lið 5, það var líka úr samráðsgáttinni, áformum breytingar á ýmsum lögum vegna einföldunar regluverks og aukinnar skilvirkni eftirlits með hollustuháttum, mengunarvörnum og matvælum. Liður nr. 6, það var lagt fram til kynningar en það var boð á morgunfundum lýðræði og starfsumhverfi kjörinna fulltrúa og liður 7, það var ábendingar og ábendingagátt sveitarfélagsins. Orðið laust þessa liði. Það engin sem óskar eftir því að taka til máls, þeir sem samþykkja fundargerðina eins og hún framlögð gefumerki, hún samþykkt samhljóða. Þá það fundur félagsmála og tómstundanefndar nr. 37 en hann var haldinn 20. ágúst síðastliðinn. Og það voru 10 mál á dagskráni. Fyrsta málið það var fjárhagsáætlun 2026, málaflokkur 02 félagsþjónusta. Liður 2 það var fjárhagsáætlun 2026, málaflokkur 06 æskulýðs og íþróttamál. Liður 3 það var gjaldskrá hús frítímans 2026. Liður 4 það var gjaldskrá íþróttamannvirkja 2026. Liður 5 það var reglur vegna 25. greina laga málefni fatlaðs fólks, styrki til náms, verkfæra og tækjakaupa. Liður nr. 6 það voru fundir félagsmál og tómstundanefndar á haustönn 2025. Liður 7 það var skráð í trúnaðarbók félagsmál og tómstundanefndar. Liður 8 þar var lagt fram til kynningar innleiðing á Science of Safety. Liður 9 það var líka lagt fram til kynningar en það var fræðsla hinsegin málefni fyrir kjörna fulltrúa og starfsfólk sveitarfélaga og liður 10 það var líka efni sem var lagt fram til kynningar en það var vegna námskeiðs, vegna ungmennaráða og stofnun ungmennaráðs á Norðurlandi vestra. Orðið laust þessa fundargerð. Það engin sem óskar eftir að taka til máls. Þeir sem samþykki fundargerðinni gefur merki, hún samþykkt samhljóða. Þá var það fundur fræðslunefndar, það var fundur nr. 40, hann var haldinn 28. ágúst síðastliðinn og það voru 5 mál á dagskráni. Fyrsti liður það var gjaldskrá tónlistarskóla 2026, liður 2 það var gjaldskrá grunnskóla 2026, liður 3 það var staða í leikskólamálum, liður 4 það var sjálfsmatsskýrslu grunnskólana 2024-25 og liður 5 það var trúnaðarbók fræðslunefndar 2025. Orðið laust þessi liði. Það engin sem óskar til að taka til máls, þeir sem samþykkja fundargerðina eins og hún framlögð gefumerki og hún samþykkt samhljóða. Þá var það fundargerð landbúnaðar og innviðanefndar, þetta var fundur nr. 32 og hann var haldinn 3. september síðastliðinn 6 mál á dagskráni. Fyrsti liður það var stofnun lögbýlis, Lyngás í Sæmundarhlíð, liður 2 það var fjarskiptasamband í Skagafirði, liður 3 það var gjaldskrá sorphirðu og sorpeyðingar 2026, liður 4 það var smalaslóð í Kálfadal og útlutanir í Styrkvegi og liður 5 það var bakhópar sambandsins í umhverfismálum. Varðandi lið 2 þá vil ég gera það tillögu minni að svo bókun sem þarf að lögð fram á fundi landbúnaðar og innviðanefndar verði gerð bókun sveitarstjórnar og orðið laust fundargerðina. Sólborg gjörðu svo vel. Fundarstjóri og aðrir fundargestir. Mér langar bara að tala lið 2 og bara ítreka það við okkur öll hvað við þurfum að vera á tánum í þessu fjarskiptasambandi og ef að það verður eins og sviðstjórinn sagði í Kastljósinu að
sumir missi samband en aðrir ekki, að þá held ég að við þurfum bara öll að saminast í því að það er bara eiginlega ekki boði, sko. Að það sé bara dregin einhver stutt strá, eins og það er kallað. Þannig að þetta er bara svona smá brýning á okkur að við verðum að vera vakandi. Takk. Takk fyrir það, orðið er laust. Það er ekki fleiri sem óska eftir því að taka til máls. Þeir sem samþykkja fundargerðina eins og hún er framlögð gefið merki, hún er samþykkt samhljóða. Þá var það fundur skipulagsnefndar og þetta er fundur númer 81 sem haldinn var 4. september síðastliðinn og það voru 13 mál á dagskránni. Ég ger það tillögu minni að lið 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9 og 10 verði vísað til liða hér aftar í dagskránni, þannig að við tökum hina liðina fyrir og það er þá liðu 3, það er athafnasvæði 403, beiðnum heimild til að vinna deiliskipulag. Í liðu 5, það er borgarflöt númer 23, 25, 27 og 29, það er beiðnum þróunarreit. Liður 11, það er Skuggabjörgur land, beiðnum breytta skráningu á landi. Liður 12, það er Marbæli land, umsóknum nafnleyfi og liður 13, afgreiðslufundur byggingafulltrúa númer 69. Orðið er laust þessa liði. Það er engin sem óskar til að taka til máls. Þeir sem samþykja fundargerðina eins og hún er framlögð gefur merki við það hún er samþykkt samhljóða. Þá erum við með fundargerðina sem við tókum inn með afbrigðum og það er fundur skipulagsnefndar nr. 82 sem var haldinn 15. september síðastliðinn og það voru 2 mál á dagskránni. Það var annars vegar Faxatorg, flæðar deiliskipulag og hins vegar Narfastaði land, umsóknum byggingarreit. Orðið er laust þessa liði. Það er engin sem óskar til að taka til máls. Þeir sem samþykja fundargerðina gefur merki, hún er samþykkt samhljóða. Þá er það liður númer 9 á dagskránni og það er óskum tímabundið leyfi frá nefndastörfum í fræðslunefnd. Það liggur fyrir erindi frá Kristófer Má Varansinni dagsett 15. september 2025 þar sem hann óskar eftir að framlengja áður veitt leyfi frá störfum sem formað fræðslunefndar til 1. október næstkomandi. Orðið er laust. Hún er löngu búin. Já, af því hún er ekki svona stað hjá okkur. Hún er númer 8 í okkar skjá. Ekki 4. En ef það bara ítrykka bókum sem líkur þar undir lið frá 4.1 vantarlega, núna, en var 8.1. Nú til við það. Fórum við það getum að sofa. Það er ekki fyrst þetta er röð, bara opna fyrir það það aftur. Já. Tókum við eftir að 4 var þetta senast. 4 er flæðslunefnd hérna á áfram, sko. Já, bara riðlast röðin sko að því að skipulagsnefndar fundargerðin kemur inn sko. Þú riðlast þetta sérkynna ná. Já, Það hefur reyndar örugglega riðlast að því að það var eitthvað glits í kerfinu á númeraröðinni. Já, ok. Vonum var að fyrst í þessu þeir gætu að hafa ruglað uppröðinu. Ég prófaði að setja refresh og þá var þetta komið nokkuð. Já. En við skulum bara hoppa það aftur inn í fundargerð félags- og tómstundamálunefndar. Það er þá fundur númer 37 sem var haldinn 28. ágúst 2025 og þið eru að tala að þið vil ítreka bókun í lið 1. Já, þetta er liðin með 4 á dagskránni og þið tala lið 1 sem er þá fjárhagsáætlun 26 málaflokkur 02 félagsþjónusta og þú vildir þá taka til málskuli. Gjör svo vel. Takk fyrir. Sveitarstjórn fulltrúar. Mér langaði bara að koma hérna og
leggja fram bókum fyrir hönd meirihlutans. Nú hefur þetta mál varandi matarþjónustu í dreifbýli svona verið á tungubrotum nefndarmanna og starfsmanna félags- og tómstundanefndar í dágóðan tíma og án þess að nokkur niðurstaða svona sé endilega komin í máli en ýmsar prófanir í gangi og ber að þakka starfsmönnum nefndarinnar sérstaklega fyrir mikla vinnu í tengslu við þetta mál og bara lausna miðun í raun. En bókunin sem ég ætla að leggja fram svo hljóðandi. Á grundvelli minnisblaðs dags 3. mars 2025 sem starfsmenn Skagafjarðar unnu komu fram mjög góðar hugmyndir í formi 8 mismunandi tillagna til að koma til móts við mögulega þörf á heimsendingu matar í dreifbýli Skagafjarðar. Samkvæmt lögum félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991 á sveitarstjórn að sjá að félagsþjónusta sé fyrir hendi í sveitarfélagi eftir þörfum og þar átt við heimaþjónustu, félagsráðgjöf og heimsendingu matar. Ekki í lögum farið fram á að sveitarfélögin niðurgreiði þessa þjónustu enda ljóst aðstæður sveitarfélaga til að geta veitt þjónustuna með slíkum hætti eru mjög ólíkar eftir því hvort til dæmis að landstór eða dreifbýl sveitarfélög að ræða eða lítil og þéttbýl. Félagsmála- og tómstundanefnd samþykkti samhljóða á fundi sínum 7. mars 2025 að ráðast í úrræði 7 og 8 til pröfu. Leiðina sem voru valdar eru eftirnefndi, leið 7, það aðstoð við að kaupa tilbúna rétti úr dagdvöl og leið 8, afhending matabakka í grunnskólum í Varmahlíð og Hofsósi á virkum dögum. Á þeim samanfundi voru umræður minnisblað og þær leiðir sem settar voru þar fram en nokkra þeirra tengdust heimsendingu matabakka í dreifbýli. Engin þeirra þótti raunhæf sögum kostnaðar og mikils flækjustyks og það sem ekki hefur verið fundin lausn sem minnihlutin hugnaðist óskaði meirihlutin bókað að fá fram hugmyndir að útfærslu frá fulltrúa VG og óháðra sem ekki hefur verið velt upp áður svo hægt sé að taka umræðum hana á fundi félagsmála- og tómstundanefndar. En hafa ekki borist hugmyndir eða útfærslu frá fulltrúa VG og óháðra. Takk fyrir mig. Orðið þá laustu þennan lið fundargerðarinnar. Sigurlaug gerir það. Sveitarstjóri, sveitarstjórnar fulltrúar, forseti sveitarstjórnar og starfsmaður sveitarfélagsins. Já, þetta búið að vera ansi langt ferli, mikið talað, mikið unnið og einmitt starfsmenn eiga mikla og góðar þakkir fyrir alla þá vinnu sem þeir hafa lagt í þetta. En því miður hefur kannski framkvæmt orðið minna. Það hefur minna gert heldur en kannski við ætluðum okkur. Við vitum alveg að Sveitarfélagið Skagafjörður borgar háar fjárhæðir með allskyns lögbundinni og líka ólögbundinni þjónustu sem sinnt í sveitarfélaginu. Við viljum hafa góða þjónustu svo fólk vilji búa hérna. Við eigum ekki að þurfa að ákveða hvort við ætlum að gegna lögbundnum skyldum, en við erum samt einhvern veginn að því. Þjónustan lögbundin, eins og Gulli sagði hér áðan, heimsending matar, hvort sem það í dreifbýli eða hérna í Kjarnanum. Aftur á móti stendur einmitt ekki í lögum að sveitarfélagi sé skyldugt að borga með þessari þjónustu. En það líka bara eins með stóðþjónustuna, leikskóla, málefni fatlaðs fólks, ég get talið endalaust upp málefni sem við sveitarfélagið, sem sveitarstjórn, ákveðum og veljum að borga með. En með því að borga með akstri hérna á Sauðárkróki sem ég sé ekki eftir krónu í það, í heimsendingu matar til þeirra sem að búa hér í 550, búum við samt til einmitt þetta ójafnræði að vilja ekki einu sinni bjóða upp á heimsendingu matar. Við borgum með bara alls konar og það eru held ég bara gildin sem að við þurfum kannski pínu að hugsa út í og
allavega mati Vafki og óháðara þá er þjónustan sem að okkur langar að forgangsraða er einmitt þjónusta fyrir börn Skagafjarðar ásamt þeim eldri borgurum sem búa hér. Það eru akkurat þau sem að byggðu upp Skagafjörð og ættu svo sannanlega skilið góða þjónustu. Mér langaði líka einnig að segja að þessar prófanir sem voru teknar leið 7 og 8, þær voru ekki að virka af því þar var ekki boðið upp á heimsendingu matar. Þar var boðið upp á að sækja mat og Vafki og óháð bókuð einmitt þetta væri góð byrjun en við þyrstum að fara eitthvað lengra með þetta. Þess vegna ítrekuðum við þessa bókun að þetta væri ekki inn í fjárhagsáætlun eins og svo bara margt annað sem við þurfum að borga með og erum að bjóða upp á sem þjónustu hvort sem hún er lögbúðin eða ólögbúðin. Takk fyrir. Takk fyrir það. Orðið laust. Gulli, fyrir þau. Já, sveitarstjórnarfulltrúar og sveitarstjóri. Það margt sem ég tek undir með þessu og eins og ég segi í bókunni að þetta er þetta lögbundið og þess vegna vorum við að tala þetta á nefndafundinum að hvort það væri hægt að finna einhver aðra lausnir og við höfum ekki fundið þær og vonast til að við gætum fengið þá bara aðstoð mögulega frá minnihlutanum en það er þetta flækjustig sem ég nefndi í bókunni sem er vandamálið að það kom umræðum á nefndafundinum hvort það ætti ekki bara að bjóða þetta út hvað er að bjóða út hvernig er að bjóða þetta út við getum ekki verið með ég tók saman bara ganni 4 leiðir út frá Varmahlíðaskóla þú ert 25 mínútur fram í Goðdali þú ert 16 mínútur cirka bát fram í Silvastaði 18 mínútur Hofstaði og 10 mínútur Reynistað þetta er önnur leiðin þannig að hvað ætlum við að keyra í marga mínútur með matinn fram og tilbaka er þetta 1 bakki, er þetta það lengist á ef þetta segjum bara, ef við tökum bara fram Lýtingsstaðarhreppinn, ef þetta væri 4-5 bakkar þú ert að stoppa á nokkru stöðum, fara upp afleggjara þetta tekur allt tíma og þú ert kannski rúma klukkutíma fram og tilbaka og þá er klukkan orðin þú kannski laður á staklegan 11 og þá klukkan 12 og ætlar þá að fara fram í Silfrastaði og síðan Hofstaði og er þá síðustu sem ef við segjum að Reynistaði væri síðastur eða eitthvað að þá ertu kannski komið með matinn þar klukkan 3 er það ásættanleg þjónusta sem við varum til að borga er það ásættanleg þjónusta að fá matinn klukkan 3 nú ef við förum fram út á Sauðárkrók þá tók ég bara svona bara svo að það sé segja þetta er bara einhverjir bæir sem ég tók svona sem eru nokkuð langt frá upphastað þú ert 18 mínútur í Eldurholt þú ert 20 mínútur í Viðvík 18 mínútur í Dæli cirka svona 16 mínútur á Syðri Ingveldsstaði á Skaganum og síðan ertu 53 mínútur Hraun og Skaga á Reykjanesstrandir fyrir ekki Ingveldsstaði en þannig ertu komin í tölur sem eru töluvert lengri heldur en hann fram í Varmahlíð og síðan ferði í Hofsós og þá ertu komin aftur í mjög langar leiðir Reykir upp í Hjaltadal frá Hofsós sem voru til 30 mínútur þangað aðra leiðina Hofsós og nágrenni upp í Dalina báða og hringurinn hjá Þrastastöðum og þar þú ert kannski svona 20-30 mínútur að keyra þessa leiðir aðra leið og þú ert svona 40-45 mínútur í Þrastastöði frá Hofsós þannig að þetta eru langar vegalengdir og í mínútum tali er þetta ansi langt það sem við þurfum að skutla matnum og fyrir utan eins og við höfum rætt í nefndinni að það eru ljótt að segja það eru meiri kröfur gerðar á bíla sem keyra mat heldur bíla sem keyra börnum og það er bara annar veruleiki sem við þurfum að lifa við þannig að draumalausnin er ekki komin og flækjustigið mikið og ég bara hvet enn og aftur að ef það eru einhverjar betri lausnir en hafa komið fram þá væri ég voðalega mikið til í að heyra það. Takk fyrir mig. Takk Gulli. Orðið er laust. Álfhildur Gjörsvel. Já, sveitarstjórnarfulltrúar og sveitarstjóri. Við gerum okkur grein fyrir að við erum landfræðilega stórt sveitarfélag og flækjustigið er talsvert. En það þýðir ekki að það fyrir að gefast upp á lausnarleitinni. Ég er nú aðeins með viðbrögð við bókun meirihluta með
aðra bókun frá okkur og hún hljóða svo. Það er sérstakt að kasta boltanum með þessum hætti á kjörna fulltrúa minnihluta sem unnið hafa málinu af heilum hug með öðrum í nefndinni. Það er dapurt að meirihluti láti þetta þarfa mál snúast að það sé minnihlutans að leysa málið þegar fulltrúar minnihluta ýta á eftir lögbónum verkefnum sveitarfélagsins. Þetta snýst mjög þarfa þjónustu við eldri borgara í dreifðari byggðum sveitarfélagsins sem njóta ekki sömu þjónustu og eldri borgarar í póstnúmerinu 550. Undir þetta rita ég sem hér stend og Sigurlaug Vordís og við sannarlega vonum að það verði haldið áfram að leita leiða þó það sé sannarlega ekki einfalt. Og það verði gert í sameiningu því að það þarf ákveðnar upplýsingar að hafa til hliðsjónar til þess að sé hægt að finna raunhæfar leiðir og það eru kannski ekki upplýsingar sem kjörnir fulltrúar geta bara svona googlað. Takk fyrir. Orðiðurust. Er fleiri sem vilja taka til máls? Sigurður Bjarni gerði svo vel. Sveitarstjóri og sveitarstjórnum fulltrúar. Ja, það er fátt verið heitara en heitamannsumræður á fundum hjá okkur. Og því miður er þetta svona vel flest rétt sem hefur komið fram að við erum búin að varpa fram mjög mörgum hugmyndum sem ekki hafa verið gerlegar. En hins vegar hefur minnihlutahópurinn verið mjög upptekinn af því að svona skreita sjálfan sig að því að berjast fyrir málefni sem mjög erfitt viðfangs. Og við höfum óskað ítrekað eftir að fá hugmyndir frá þeim og aðstoða okkur til þess að leysa þetta vandamál. En þær hafa ekki komið. En hins vegar hafa þær, gaspað bara heilmikið þetta að við verðum að leysa þetta og við erum alveg hjartalega sammála því. Og ég bara vildi óska þess að ég hefði einhverja lausn á þessu, en ég vildi bara koma þess að. Takk fyrir. Takk fyrir það. Orðið laust. Ef ekki fleiri óska eftir að taka til máls átti ég að bera þennan lið fundargerðarinnar af því að hann var tekinn upp aftur á ósk fulltrúa bera hann aftur upp til atkvæðagreiðslu. Þeir sem samþykkja afgreiðslu nefndarinnar á lið 4.2 gefur merki og hann er samþykkt samhliða. Þá höldum við áfram þar sem við vorum komin og orðið var laust óskum tímabundið leiði frá nefndastörfum í fræðslunefnd. Ég var búin að fara yfir erindið í lið 9. Það er engin sem óskar eftir að taka til máls þeir sem samþykkja því að veita Kristóferi umbeðið leyfi gefumerki og það er samþykkt samhliða. Og þá er lið 10 sem er endur tilnefning í fræðslunefnd og það tilnefna þarf að nýju fræðslunefnd í stað Kristófers Más Maranssonar á meðan hann er í leyfi forseti. Ég ber upp tillögu að það verði Hrund Pétursdóttir sem formaður, verði formaður fræðslunefndar, Sigrún Eva Helgadóttir verði aðalmaður og Sólborg Sigurrós Borgarsdóttir verði varamaður Sigrúnar Evu. Og það hafi ekki borist aðra tilnefningar þannig að þau skoðast rétt kjörin. Þá er að liður 11, það er útsvarshlutfall 2026 og þessu vísa frá 159. fundi byggðarráðs sem haldið var 27. ágúst og máli snýst að árinu 2025 er útsvarshlutfallið 14,97% eftir samkomulag á milli ríkis og sveitarfélaga frá 15. desember 2023 tekjustofna vegna fjármögnunar þjónustu við fatlað fólk. Afgreiðsla byggðarráðs á liðnum var eftirfarandi. Byggðarráð samþykki samhljóða að halda útsvarshlutfalli óbreyttu í 14,97 árið 2026. Orðið er laust þessa afgreiðslu byggðarráðs. Það er engin sem óskar eftir að taka til máls þeir sem samþykki afgreiðslu byggðarráðs gefumerki og hún er samþykkt samhljóða. Þá er liður 12, það er heilsueflingarstyrkur 2026 og þessu líka vísa frá fundi byggðarráðs nr. 160 en þar voru lagðar fyrir reglur heilsueflingarstyrki fyrir árið 2026
sem ætlaðir eru starfsmönnum sveitafélagsins. Upphæð heilsueflingarstyrks var óbreytt milli áranna 2024-2025 og liggur því fyrir tillaga að styrkurinn hækki 10% fyrir árið 2026 og afgreiðsla byggðaráðs var eftirfarandi: byggðaráð samþykki samhljóða fyrirlagðar reglur heilsueflingarstyrki og vísa til afgreiðslu sveitarstjórnar. Orðið laust þessa afgreiðslu byggðaráðs. Það engin sem áskar til að taka til máls. Þeir sem samþykki afgreiðslu byggðaráðs gefa merki. Hún samþykkt samhljóða. Þá er að liður 13, það gjaldskrá brunavarna og slökkvitækja þjónustu 2026 og þessu líka vísa frá 160. fundi byggðaráðs. Gjaldskrá brunavarna Skagafjarðar fyrir árið 2026 og slökkvitækja þjónustu fyrir árið 2026 var lögð fyrir byggðaráð til afgreiðslu. Gjaldskráin hljóðar upp á 2,7% hækkun frá gjaldskrá ársins 2025 og afgreiðsla byggðaráðs var: byggðaráð samþykki samhljóða framlagða gjaldskrá og vísa til afgreiðslu sveitarstjórnar. Orðið laust þessa afgreiðslu. Það er engin sem óskar til að taka til máls. Þeir sem samþykki afgreiðslu byggðaráðs gefi merki. Hún samþykkt samhljóða. Þá er að liður 14, það fjárhagsáætlun 2026 málaflokkur 02 félagsþjónusta. Þessi líka vísa frá 160. fundi byggðaráðs. Þar áður var málið tekið fyrir á 37. fundi félagsmála og tómstundanefndar og félagsmála og tómstundanefnd gerði athugasemdir við rammaáætlun og bendir á að fara þurfi yfir millifærslur milli málaflokka sem eru hækkaðar 2,7% og skoða hvort það sé ekki réttara að hækka þær 3% þar sem millifærslu snúast að mestu leyti launakostnað sem gert ráð fyrir að hækja jafnaði 3%. Og nefndin samþykkti svo samhljóða að vísa málinu með þessum athugasemdum til byggðaráðs og afgreiðsla byggðaráðs var að byggðaráð samþykki samhljóða að millifærslu liðir vegna seldra vinnu milli deilda verði leiðréttir úr 2,7% hækkun upp í 3% hækkun í samræmi við forsendur rammaáætlunar. Málinu vísa til afgreiðslu sveitarstjórnar. Orðið laust þessa afgreiðslu byggðaráðs. Það eru engin sem óskar til að taka til máls. Þeir sem samþykki afgreiðslu byggðaráðs gefi merki. Þá er að liður 15, hún samþykkt samhljóða. Þá er að liður 15, það er líka fjárhagsáætlun 26, málflokkur 06, æskulís og íþróttamál sem var vísa frá fundi byggðaráðs nr. 160. Þar áður tekin fyrir á fundi félagsmála og tómstundanefndar 28. ágúst